Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Herðu, hann Baltasar, hann miklu ferskari núna en hann var á föstudaginn og laugardaginn. Ég er rosalega ánægður með það. Þarna er þetta geima fjárstýringu. Ég er búinn að leita þessari fjárstýringu út allt. Og auðvitað er litli búinn að stela henni. Herðu, ég veit eiginlega ekki hvað við ætlum að fara að gera. Hérna... Já, ég held að þetta verður örugglega bara rosa kósí bara eitthvað við eitthvað að leika okkur og gæti verið að við kíkjum kannski á einn stað. Kíkjum aðeins út og kíkjum á einn stað. Það gefur ljós. Þá eru við strákarnir loksins farnir á stað, klukkan er dett í 5. Við ætlum aðeins að finna okkur eitthvað að gera. Ekki? Þá erum við komin hérna í Burkna sem er staðsett inn í Hafnarfirði og við ætlum að kaupa blóm handa mömmu. Góð daginn! Þá erum við strákarnir, við erum komin heim, við ákváðum... Gæti til lagi, þú liggur bara þarna. Já, við ákváðum að fá okkur lasagna. Keypti kíló, aðtók hvað við fyrir langt á því. Svo hérna er blómvöndurinn sem ég keypti handa Anitu. Og ég ætla að gefa honum að borða, svo svæfi ég hann og svo ætla ég að byrja að taka til og svona. Já, þegar við fórum í blómabúðina þá var basically ég leiði Baltasar bara að fara á gólfið og ég leiði honum að benda. Hann benti á svona blómvönd, svona rósirnar, þær voru í sekk. Hann benti á það og hann benti á þetta græna. Mér finnst þetta bara koma þurru svo vel út hjá stráknum. Þannig að Baltasar Levi, hann valdi blómvöndin handa mömmu sín. Hann saknar mömmu sín rosalega. Ég veit það ekki, strákar, ef þið eruð í sambandi, kaupiði blóm handa konunni ykkar bara af því bara. Það er engin ástæða fyrir því af hverju ég er að gefa Anitu blóm. Bara, þú veist, mér finnst hún dugleg, mér finnst hún búin að standa sig eins og hetja. Hún er auðvitað að vinna 12 tíma vaktir, 2-3. Mér finnst það ekki spennandi, hún veit allt það sko, en hún stendur sig eins og hetja, gullið okkar. Og hérna, Baltasar stakk upp á því að gefa mömmu sinni blóm. Út af því að hún er að fara í frí eftir vaktina núna. Þá er Anita farin í 2 daga frí. Þá fer hann að vera með gullinu. Og þá fæ ég aðeins að fara að vinna líka. En hérna. Já, við byrjaðum að setja lasagna í örbyggjuna. Og svo erum við bara að bíða okkur til að við getum fengið okkur að borða. Svo bara heldur áfram kúri heitin. Hej! Baltasar, vad kör det? So, we're gonna try to clean this place out. Hann hættir alltaf þegar ég tek upp vélina. Mamma! Já! Mamma! Já! Mamma! Já! Mamma! Baltasar! Mamma! Já! It's not here. Þá erum við komin í Elko og við ætlum að athuga hvort að við getum uppfært símanum Anitu og tjekkum aðeins hvort hann sé til. Það er svona? Þetta er að fá þér svona? Ok. Veistu hvað þetta er? Herðu, þá erum við búin að fara í Elko og þeir áttu þetta til og Anita var að fá sér Síðasta stykkið í búðinni. síðasta stykki í búðinni. Klukkan 1 mínútu í lokum, sko. Herðu, já, þannig að hún fékk seinasta stykkið af iPhone 7. Já, nei, hún vill ekki vera í mynd og blurra ég bara. En hérna, já, ég held að hún sé alveg rosa ánægð með þetta. En núna erum við á leiðinni heim og við bara sjáumst þar.
Já, við erum komin heim, við erum búin að borða kvöldmat og klukkan svo margt. Við þurfum að fara að koma Baltasar í háttinn. Þannig að við ætlum að enda þetta í dag. Anita, hún komin með smúkunni að síma. Hún reyndar að vesenast núna í að setja hann upp. Eitthvað. Og já, þannig að við ætlum bara að enda þetta í dag. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfinu. Mundu, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins. Takk fyrir okkur. Sjáumst á morgun. Bye bye.